Ég flytt til Keflavíkur áramótin 81-82, kemur Reykjavík, uppalinn Framari og var bæði fótbolta og handbolta þar en kynntist ekki körfuboltanum. En svo þegar ég flytt hérna þá voru gamlir vinir úr Reykjavík sem ég kynntist aftur sem drógu mig á körfuboltan. Fyrsti leikur sem ég sá var Njarðvík Fram í Ljónagryfjunni og stemmingin alveg svakaleg því að þar var staðið þétt upp við hvort annan og einn sneri sér, þá eru allir að snúa sér. Svo strákarnir mínir, já 3 stráka og eina stelpu, þau voru öll í körfunni og einn aðalega og ég fór að fylgja þeim og var dálítið duglegur. Af þessum 4 að þá voru einn var að spila í 2 flokkum og annar í 3 flokkum fyrir sig. Svo það var allar helgar sem fór í þetta og þá held ég að stjórnarmenn hérna hafi séð áhugamenn hérna. Ég var alltaf út allt og keyrði alla. Ég átti svoleiðis bíl að ég gat tekið 10 manns í bílinn og var oft bara með allt liðið með mér. Svo þáverandi formaður, Skúli Skúla, hann kemur og máli við mig og spyr hvort ég vilja koma í stjórn. Og ég var í stjórn í nokkur ár. Svo náttúrulega lognast það út af, maður komið 30 mann og svona og aðrir tóku við. En ég var alltaf viðloðandi eitthvað í körfunni, ég var alltaf í einhverju. Og svo var ég eiginlega bara að fara að hætta þessu. Þá kemur COVID og þá sá ég mig leika að borði að bjóða mig strax fram í sjálfboðaliðastarf. Því þá kemist ég að leikinn og horfa á því þegar það mátti ekki vera með 20 manns á leik. Og ég byrja á moppunni þá og sem við kallum þetta kústinn, þetta nú moppa. Og ég búinn að eiginlega vera fastur á henni síðan. Síðan hefur þetta bæst við bara, ég hef verið að hjálpa til í uppsetningu fyrir leiki og tekið saman eftir leiki. Svo ég alveg farið tekið af mér hamborgarasölu. Eða hamborgaragerðina hérna. Það eiginlega orðið fjölskyldufyrirtæki. Við erum 9 í því og það eru 7 úr fjölskyldunni. Og við skiptum þessu svona milli bara eftir hvað að gera og það er náttúrulega menn í vaktavinu og annað. Og svoleiðis það bara. Svo ætlaði ég náttúrulega að hætta núna í haust en það var ráðinn hérna nýr rekstrarstjóri, hún Kristín Þorsteins og hún kom að máli við mig, ég nú að halda áfram því að hún kynni nú ekkert í þessu. Svo ég hérna 1 árið í viðbót, hvora 70 aldurinn. En meðan áhuginn og líkaminn góður og þá ætla ég að halda áfram bara. Já, þetta er náttúrulega ótrúlegt. Hvað er þetta orðið mörg ár og hvað er langt sem þú varst í stjórn? Ég var í stjórn frá 88, ég man ekki, þetta hefði verið 5-6 ár sem ég var í stjórn. Og svo var maður hérna kringum unglingaráðið og þetta, þó ég var ekki í aðalstjórninni, þá var ég alltaf eitthvað verið alltaf sýsli kringum eitthvað. En svona, ég veit ekki, svona kringum 2015 eitthvað svoleiðis, þá var maður eiginlega alveg hættur í þessu. Fram eins og ég segi, fram á COVID-i. Og þá bara kom þetta aftur og bara búið mjög gaman. Þó þetta hafi náttúrulega ekki alltaf verið dans á rósum liðin okkar, en þetta er náttúrulega eins og annað, þetta er upp og niður. Nú er þetta upp og maður vonar náttúrulega að það endi bara á toppnum. Ég hef ekki trú á öðru. Og meðan svo þá er þetta alltaf gaman. Hóparnir báðir, strákar og stelpur, þetta er alveg svakalega góðir hópar. Leikgleðin og annað hjá okkur núna það er bara unun að vera á leikjum. Nú hef ég heyrt að þú sért búin að vera hérna þegar allir titlar kom í hús. Já. Er eitthvað svona á öllum þessum ferli sem þú ert búin að vera í kringum þetta, er eitthvað svona eitthvað eitt sem stendur upp úr, eitt atvik?
man ég ekki árið sko. Þetta var mörg ár síðan, ég held að fyrsti þetta Íslandsmeistaratitilinn, það er náttúrulega, ég held að það hafi verið fyrsti sem við fengum hérna 90. Þá var rosalega gaman. Sko ég meina hjá strákunum, stelpurnar voru alltaf þarna eitthvað að stila af sér. Þannig að þegar við vorum með gullaldaliðið, Önnu, Maríu og Björg og allar hinnar. Þetta talið allar 10 upp en þær voru alltaf drottningarnar. En þetta náttúrulega hefur verið sko, ég man ekki alveg árin í þessu og svo hefur maður náttúrulega verið mikið gegnum erlendu leikmennina og og svona reitt ofta, það hefur nú ekki verið í seinni tíð, ég reyndi að bjóða þeim í mat og jólum og páskum og Thanksgiving og svona eitthvað. Svo var ég svona fyrir þau óhappi að einn kynntist systir minni og með smá hjálp hjá mér og hann var hérna á Íslandi í fleiri ár og spilaði hérna með Keflavík, David Grissom og þau búa í Dallas í dag og að hennar ósk, hann hefði viljað vera áfram á Íslandi. Þetta er náttúrulega margir karakterar, þessi erlendu leikmenn. Einhver einn sem stendur upp úr? Nei, ekki. Sandy Anderson, hann var mikill karakter. Hann var alltaf mjög ánægður með lífið hérna. Allir voru ánægðir með sig á báðum kynjum og svona. En hann svona dettur svona fyrst inn. Damon Johnson náttúrulega gull maður hérna sem maður hefur ennþá samband við og sem kemur hérna alltaf öðru hvoru og þekkir okkur alla og það er svona gaman þegar menn hafa að bindast ennþá okkar félagi. Þú og þið sjáuð hamborgarana og undirbúning fyrir leiki. Hvernig lýstu þið fyrir mér? Hvernig aðdragandi fyrir hvern einasta körfubolta heimaleik í körfunni er? Ég byrjaði náttúrulega að hafa samband við rekstrarstjórann og draga aðföng hvað vantar eða vantar eitthvað. Og daginn fyrir leik þá fer maður í kistuna og nær sér í hamborgara sem er áætlaður fyrir sölu á leikdegi. Sett á ísskápinn og læt á þiðna þar svona í rólegheitum eins og að gera við nautakjötið. Og svo á leikdegi þá þarf ég bara strax morgunin, þá þarf ég að hafa samband við að panta kálið því að það fá maður fersk kál og svo mæti ég hérna hádeginu, krydda þá, læt á í sérstakann skál og svona, eða tilbúnir. Fer svo 3:30, ná í kálið, setja út grillið og hafa það allt tilbúið. Fer svo, eftir það kannski hjálpa hérna inn í sali eða þar eitthvað, kveiki á grillinu, kveiki á ofninu til þess að hita brauðið. Þá er klukkan svona 5, hálf 6. Svo byrja að grilla klukkan 6 og þá er starfið mínu lokið. Þá koma aðrir inn í þetta. Og eins og ég sagði kannski áðan að þetta eru mestast fjölskylda, þetta er konan og börn og tindabörn og við erum með 2 auka. Þetta gengur alveg ljómandi vel. Og ég held þetta gefi alltaf smá pening, annars væri maður ekki að þessu. Allan að þess að borga dómarunum. Þeir eru ekki ókeypis. Nei, þeir eru sko ekki ókeypis.